Komið sæl og velkomin í viðræður þeirra sem leiða framboðslista á Akureyri þetta vorið. Við Anna Kristín Jónsdóttir og Valgeir Örn Ragnarsson ætlum að ræða hér í Ráðhúsinu við oddvitana 8. Já, á Akureyri búa 20.000 manns og það hefur fjölgað tæplega 1.000 frá síðustu kosningum. Meirihluta í bæjarstjórn Akureyrar mynda fulltrúar L-listans, Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins. Og í minnihluta eru fulltrúar Framsóknarflokks, Samfylkingarinnar, Vinstrihreyfingarinnar Græns framboðs og einn óflokksbundinn sem var á lista Flokks fólksins. Og 16. maí geta kjósendur á Akureyri valið á milli hvorki meira né minna en 8 framboða og fulltrúar þeirra eru komnir hingað í Ráðhúsið á Akureyri. Við ætlum að byrja að kynna þau. Það eru Þórhallur Jónsson fyrir Akureyrarlistan, Sunna Hlín Jóhannesdóttir fyrir Framsóknarflokkinn, Óðinn Svan Óðinsson fyrir L-listan, Hlynur Jóhannsson fyrir Miðflokkinn, Sindri S. Kristjánsson fyrir Samfylkinguna, Berglind Ósk Guðmundsdóttir fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir fyrir Viðreisn og Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir fulltrúi Vinstrihreyfingarinnar Græns framboðs. Verið öll sömul velkomin í þennan umræðu þátt. Við ætlum að bara byrja á því að heyra frá okkur gangaðans á línuna og svona í ykkar huga hvað verður kosið hér á Akureyri eftir tæpar 2 vikur og ef við byrjum á þér, Þórhallur. Já, við leggjum áherslu á að lækka fasteignagjöldin. Ég held að það sé bara eitt af þessum stóru málum sem er til umræðu og verið kosið að þau hafa hækkað óeðlilega mikið og það er alveg rými til þess að lækka þau meira í bænum. Atvinnulífið, við þurfum að efla og búa til atvinnustefnu fyrir Akureyrarbæ. Við eigum 2 atvinnulóðir held í dag og við þurfum að gera miklu betur í skipulagsmálum. Við þurfum að vinna okkur betur í haginn, við þurfum að vera tilbúin fyrir sveiflurnar. Við þurfum að hafa skipulag sem bara skúfuvöru, þannig að við séum tilbúin, leggja meiri kraft í það. Leikskólamálin, við leggjum áherslu á frelsi í leikskólamálum varðandi sumarfríin. Þannig að fólk geti tekið börnin sín í frí þegar það er í fríi, en sé ekki skikku á tilteknum tíma til þess að taka börnin. Og síðan erum við með áherslu á að byggja lífsgæðakjarna, nýta glatvarma frá Norð til þess að búa til Edengarð, það sem að bæjarbúar geta spókað sig og eldri borgarar og fleiri. Við erum með líka í sambandi við grunnskólana þá stefnu að efla tækninám og tengja betur við tónlistaskóla, efla tónlistarlíf. Við horfum til samkeppni grunnskólana, í hljómsveitasamkeppni grunnskólana í Reykjavík og síðan er golfið er miklum vexti og Hlíðarfjall sem er okkar perla sem við verðum að sinna betur. Þakka þér fyrir, en Sunna, hvað segja framsóknarmenn? Já, takk fyrir þetta. Ég ákvað bara að punkta hjá mér að ég bara heyra svona í spjalliðu fólk, hvað verður kosið og mér finnst það vera húsnæðismál, það er svona ákall að við fyrum að byggja fyrir hinn almenna Akureyring, húsnæði fyrir alla. Við heyrum líka ákall manneskjulegt skipulag, að við öndum ekki ofan í hálsmannlegi hjá hvort öðru. Ég held að vera kosið fólk sem leggur loks alvöru áherslu á málefni eldri borgara og hagsmuni barna. Skortur á geðheilbrigðisþjónustu og stytting biðlista er bara eitthvað sem við verðum að bregðast við. Það þarf að þrýsta miklu meira á ríki sinni skyldu sínum hér en dragi sig ekki tilbaka og þetta er bara mál sem við í Framsókn sett á dagskrá á þessu kjörtímabili. Og ég hef líka heyrt bara umræðu hlutverk okkar í að ná niður vöxtum og verðbólgu. Til að mynda hækkuðu laun bæjarstjóra og bæjarstjórna 9% milli ára og álögur og íbúa fyrirtæki hafa hækkað töluvert. Við getum bara gert mun betur og það kemur bara mun betur fyrir heimili og fyrirtæki að við náum þessu niður heldur en að við séum að lofa allt og miklu. Takk fyrir þetta, Sunna. Óðinn, hvað snúast þessar kosningar í þínum huga? Fyrir mér snýst þetta það hvort við ætlum að halda áfram að byggja áfram upp þennan æðislega bæ sem við búum í. Það gengur ótrúlega vel á Akureyri, það er ekki bara tilfinning mín eða tilfinning mín þegar ég er að tala við fólk, heldur bara sína þjónustukannanir að Akureyringar eru mjög ánægðir með þjónustuna og mjög ánægðir með hvernig gengur hérna í bænum. Og ég er einn af þeim. Og þetta snýst líka bara að fólk er að bara velja sér fólk sem það treystir til þess að stýra skútunni og við hérna í L-listanum erum að leggja fram bara mjög fjölbreyttan frambærilegan lista af fólki sem ætlar sem er að bjóða sig fram til þess að gera þetta sem við þurfum að gera vel. Við ætlum að setja ungt barnafólk svolítið á oddinn. Við verðum að fara að gera okkur grein fyrir því að við erum í samkeppni þennan hóp. Það hefur aldrei verið eins auðvelt að
flytja til útlanda eða flytja eitthvað annað suður eða hvernig sem það er og við þurfum að sjá til þess að hér sé allt í toppmálum til þess að fólk annarkvort ákveða að koma aftur eða bara hreinlega fara ekki. Þannig að, og til þess að það sé hægt, þá þurfa leikskólarnir að vera í lagi, íþróttafélögin þurfa að vera með toppaðstöðu og allir þessi punktar þurfa, við þurfum að checka í þessi box til þess að fyrst og fremst fólk ákveða að vera hérna og svo fyrirtæki sjá fyrir sér að byggja hérna upp. Þannig að þetta það sem við ætlum að setja á oddinn og svo eldri borgarar. Það bara, ég búin að tala hérna núna í næstu í mínútum hvað æðislegt að búa á Akureyri og það þeim hópa þakka að stórum hluta. Það fólki sem byggði allt hérna upp og við þurfum að hlúa þessum hópi. Þakka fyrir Óðinn. Hlynur, miðflokkurinn, hvað setur hann á oddinn? Við leggjum mikla áherslu á ábyrga fjármálastjórnun eins og hefur verið í bæjarfélaginu síðastliðin 4 ár. Bærinn stendur mjög vel. Það verið að tala að lækka álögur á íbúa og við viljum fara aðra leið heldur en í fasteignagjöldunum, við viljum lækka útsvarið því að það nú einu sinni þannig að 20% bygginga hér á Akureyri ekki í eigu Akureyringa þannig að útsvarslækkun kemur betur fyrir íbúa hér á Akureyri heldur en fasteignalækkun og svo það með þessi grænu svæði okkar, við viljum hætta að þétta byggð svona mikið, standaði það sem við erum búin að tala að þétta en hætta þessu, ég held að þétting byggðar hún muni koma okkur koll til lengri tíma, græn svæði verða okkur mikilvægt þegar að bærinn stækkar og það mjög mikilvægt fyrir Akureyri að hafa græn svæði hérna út allt. Svo með kennara, ég hef orðið ákveðnar áhyggjur af kennurum, ég held að við séum ekki að styðja nóg við kennara hérna í bænum, það orðið svona ákveðin vandamál í skólanum okkar, agaleysi og annað sem við einlega veltum því bara yfir á kennara að taka á þessu. Og hérna áður fyrir þá stóðu foreldrar alltaf með kennurum, í dag hefur þetta snúist alveg við. Þeir standa bara með börnunum og við þurfum einhvern veginn að styðja við kennara og leikskólakennara í þessu. Og með eldri hópinn, við viljum fá hann virkari hérna inn með okkur. Ég held að sé nefnilega að fari alveg saman að fá eldra fólk í þetta með okkur og fá þau aðeins inn í skólana með okkur og hjálpa okkur til því að það mikil reynsla í eldra fólki og þolinmæði sem að margir hafa ekki. Og gæti hjálpa okkur vel í þessum málum. Já, takk fyrir þetta. Þá förum við hérna yfir á hitt borðið. Sindri, hver eru stóru málin í þessari kosningabaráttu að þínu viti? Já, takk fyrir það Valgeir. Á okkar mati í Samfylkinguna á Akureyri eru það fyrst og fremst að einfalda barnafjölskyldum daglegt líf. Við höfum verið að leggja ríka áherslu á það og þar að leiðandi einnig að við viljum hlúa betur að börnunum okkar. Þú veist, þegar við erum komið hérna niður röðuna þá heyrið þið náttúrulega að það ákveðin samhljómur hérna með okkur en það fólk sem situr hérna um borðið sem hefur verið stjórn bæjarfélagsins síðustu 4 ár og í raun og veru að tala sömu mál og við þannig að við í raun og veru viljum svolítið draga athygli að því. En húsnæðismál brenna á Akureyringum, húsnæðismarkaðurinn á Akureyri ekki einfaldar en á höfuðborgarsvæðinu. Það mikil skortur á leiguhúsnæði og þar sjáum við fyrir okkur tækifæri. Nú síðast, svo viljum við náttúrulega tryggja eldri Akureyringum áhyggjulaust og skemmtilegt ævikvöld. En síðast en ekki síst, þá viljum við sjá Akureyri sækja fram. Við viljum sjá Akureyri hætta að spila þann varnarleik sem við teljum bærinn hafa stundað undanfarin ár. Við viljum fara að sækja fram, við þurfum að gæta hagsmuna bæjarbúa miklu betur sem bæjarstjórn. Við þurfum að ákveða hvað Akureyri ætlar að verða þegar hún verður stór. Við höfum fengið þetta svæðisborgar hlutverk núna afhent frá Alþingi í Reykjavík sem við erum afar þakklátt með en við þurfum að fara að ákveða hvernig við ætlum að vaksa inn í þetta. Já. Þakka þér fyrir Sindri. Berglind, hvað segja sjálfstæðismenn? Hvað brennur heitast? Já, kosningarna munu þetta snúast framtíðina og ekki bara hvernig við rekum sveitarfélagið til framtíðar næstu 4 árin heldur lengri framtíðar. Við viljum auðvitað leggja áherslu áfram á að byggja undir sterkan rekstur sveitarfélagsins sem hefur bara gengið vel á síðasta kjörtímabili en það liggur fyrir að við þurfum að fara að uppfæra aðalskipulagið sem inniheldur þessa framtíðarsýn okkar til næstu 10, 15, 20 ára og jafnvel lengri framtíðar. Þannig að það ljóst að þar þurfum við að leggja fram bara svolítið stórhuga framtíðarsýnum uppbyggingu íbúðahverfa og svo auðvitað uppbyggingu atvinnusvæða. Og það bara skortur á atvinnulóðum og stuðning við atvinnulífið sem að við þurfum bara að leggja miklu meiri áherslu á. Kosningarnir mjög líka snúast bara að fólk velji sér þessa einstaklinga sem það treystir til þess að reka og stýra sveitarfélagið áfram, byggja undir eins og ég sagði sterkan rekstur, að létta byrðunum á íbúum og fyrirtækjum, hverjum þeir treystir best til að gera það og standa vörðum hagsmuni sveitarfélagsins gagnvart ríkisvaldinu. Það bara lykilatriði og við heyrum það víða, við heyrum það sérstaklega í samtalinu við atvinnulífið að það skortir á hagsmunagæsluna og við ætlum okkur að vera mjög sterk rödd áfram fyrir
öll gæði sem eru hérna á Akureyri og Akureyri þessi þjónustu miða hérna á Norðurlandinu sem við þurfum bara að standa vörðum og halda áfram að sækja fram. Já, takk fyrir það. Lovísa, hver eru stóru málin að mati Viðreisnar? Viðreisnir stígur inn á þetta svið með framboði í fyrsta skipti vegna þess að okkur finnst skorta framtíðarsýnina. Nú er þetta bæjarstjórn og þeir flokkar sem hafa verið núna í 4, 8, jafnvel 16 ár alltaf að vinna að svona einhverjum stöku verkefnum. Og í samtölum við bæjarbúa núna í aðdraganda kosninga þá koma ótrúlega mörg hrós fram og bara ég vil koma þeim hrósum að framfæri til núverandi bæjarstjórn að það er margt sem er gert vel en það kemur alltaf þetta en. Það er búið að skipuleggja þetta hverfi en það vantar atvinnuhúsnæði. Það er búið að fara í þetta verkefni en hér er engin göngustígar. Það er búið að fara í þetta verkefni hér en það er ekki búið að fullklára það hvernig uppbyggingin í skólum og leikskólum á að vera. Við erum einhvern veginn alltaf að bregðast við ástandi í staðin fyrir að við séum búin að fullmóta, búin að skoða líffræðilegar staðreyndir í staðin að við þurfum að stíga betur inn í hagsmunagæsluna. Við getum ekki alltaf verið að bíða eftir því að það komi vandamál á sjúkrahúsinu, að það komi vandamál með það að við höfum ekki leikskólapláss. Þannig að við erum svolítið spennt fyrir því að stíga inn í þetta hlutverk, þetta svona stefnumótunar hlutverk það hvernig Akureyrarborg eins og Sindri kemur inn á, hvernig hún á að þróast, á móti hverjum við eigum að taka, vegna þess að hér eiga að vera í raun og veru valkostir fyrir alls konar fólk að búa og það leggjum við svona líkil áherslu á. Það er svona fyrsta og stærsta verkefni sem við sjáum núna, það er að horfa hvernig við erum að nýta almannafé inn í leikskóla og grunnskólakerfið og eins og Hlynur bendir á að þá er rosalega svona mörg verkefni sem bíða okkar þar inni. Það er mikið ákall frá kennurum til dæmis. Mörg verkefni sem bíða. Jana Salome, alltaf erfitt að vera síðust kannski í þessari upptalningu en hvað segir VG? Sko við erum að kjósa hér fólk til að, sem við treystum til þess að leiða hér réttlátt samfélag. Húsnæðismálin eru þetta risastór partur, þar þurfum við að fara auka í óhagnaðardrifið húsnæði. Velferðarmálin og þessi samskipti ríkis og sveitafélaga því að þau snúast ekki einungis hagsmunagæslu fyrir sveitafélagið, heldur hvernig við ætlum að eiga í þessum samskiptum til framtíðar svo að fólk falli ekki á milli kerfa. Af því að við þurfum að hugsa hér okkar íbúa og hvernig við getum veitt þeim sem besta þjónustu. Við viljum stórefla almenningssamgöngur svo að þær séu raunverulegur valkostur fyrir íbúan okkar. Loftgæðin hér í sveitafélaginu, ég meina Svifryk á aldrei að fara yfir heilsuverndarmörk í 20.000 manna sveitafélagi á Íslandi. Það á bara ekki að geta gerst, en það gerist hér, þannig að við þurfum að bæta þar í. Svo leggjum við ríka áherslu á umhverfis- og loftslagsmál og náttúruvernd því að hún hefst í heimabyggð. Þakka þér fyrir og eins og við segjum þá náttúrulega skipulagsmálin og eru alltaf stóra málin í sveitarstjórnum og það hefur fjölgað hérna 1000 á kjörtímabilinu og þá ætlum við að spyrja núna bara hvernig viljið þið halda áfram að byggja upp þennan bæ og hvar og hvernig húsnæði viljið mörg hafið nú vikið aðeins að þessu upphafi og henni síðustu munu vera fyrstir þannig að við ætlum að byrja á Jönu. Já, eins og Berglind kom inn á hérna áðan þá erum við að fara í aðalskipulagsvinnu. Hér þurfum við að fara fram með þeim hætti að við séum með skynsama þéttingu byggðar, það sem að það dregur ekki úr lífsgæðum fólks, af því að þétting byggðar snýst ekki 13 hæða blokkir, hún snýst að nýta inn við okkar betur og það er vel. Við þurfum að tryggja aðgang að grænum svæðum og hér í sveitafélaginu höfum við verið að marka nýja stefnu sem heitir 3-30-300, þar sem við eigum að sjá 3 tré út gluggann, 30% af landi að vera þakin laufþekju og 300 metrar er næsta græna svæði og mér finnst það gott skref og líkt og við komum inn á áðan þá verðum við bara að fara að styðja við óhagnaðardrifið húsnæði meira mæli að því að hér viljum við að öll geti búið við góðar aðstæður. Takk fyrir það. Lovísa, hver eru ykkar áherslur í skipulagsmálum fyrir næsta kjörtímabil? Okkar áherslu liggja í því að horfa til þess hvernig íbúar og ferðafólk getur nýtt svæðin og þá köllum við eftir því að inn í aðalskipulagi verði horft til þess hvernig við getum veitt meiri þjónustu inn í hverfunum. Við erum að byggja hverfi núna, Móahverfi og Hagahverfi svolítið upp sem svona hverfi sem að fólk sefur í
getur sótt mjög litla þjónustu. Þannig að okkur langar til þess að horfa í og leggja svolítið mikið yfir það hvernig fólk getur nota þjónustu við íbúðirnar sínar. Svo erum við líka að horfa til þess að það þarf að horfa á svæði sem eina heild og til dæmis eins og núna er nýlokið samkeppni Akureyrarvöll sem vel, en hvað tenging á þessi Akureyrarvöll að hafa við þá miðbæinn, við innbæinn, við neðri brekkuna, þetta einhvern veginn hangir allt saman og okkur finnst svona vera kannski svigrúm til þess að svæðin séu skipulagð það hvernig þau eiga að nýtast. Við erum í nála við margar og góða náttúruperlur og þurfum svolítið að hugsa það hvernig til dæmis þegar fólk fer upp í Hlíðarfjall, viljum við að það sé einkabílar að keyra upp og niður fjallið allan daginn, skiljið, það er svona fullt af svona verkefnum sem þarf að fara að horfa í það hvernig við getum þá nýtt svæðin fyrir alla. Berglind, þessar skipulagsákvarðanir náttúrulega þetta mjög mótandi fyrir bæinn og hvernig bara samfélagið þróast áfram eins og þið hefur öll vikið það. Þú talaðir skort á atvinnulóðum, það eitthvað sem þarf að bara vinda sér í? Já, algjörlega og við sjáum fyrir að við þurfum að fara að skipuleggja meira af atvinnusvæðum og sjá fyrir okkur svona framtíð vaxtar í atvinnutækifærum og við höfum lagt til dæmis áherslu á að horfa hafnarsvæðin okkar og svona mynda einhverja svona heildstæða stefnu hafnarsvæðin, hvernig uppbygging geti verið á þeim svæðum. Þá erum við að horfa á Krossanes og við erum að horfa auðvitað á stóra uppbyggingu á Dysnesi sem hefur verið verkefni og lengi í umræðunni en lítið framkvæmt. Þannig að það er búið að skipuleggja þar stórt atvinnusvæði og þar eru bara gríðarlega mikil tækifæri og við Akureyringar eigum bara að vera svolítið stórhuga og við þurfum bara að fara að framkvæma. Þannig að við leggjum áherslu á þetta en skipulagsmálin í heildsinni eru bara óbúslega þung og stór og svolítið föst í svona vöfum reglugerða fargans og stjórnsýslu, bæði á hendi ríkisins og svo líka sveitarfélagsins. Þannig að við þurfum svolítið að hugsa hvernig við getum komið til móts við þetta þunglamælega ferli, hvernig við getum stytt ferla, til dæmis bara með því að boða fleiri fundi skipulagsráðs sem eru afgreiðslufundir til þess að fólk sé ekki að bíða lengi. Við þurfum líka að endurskoða hvað gjöld við höfum verið að leggja á framkvæmdir til þess að bara svona aðeins hreyfa við markaðnum og vera ekki að festa þá líka framkvæmdir í ykkur þungum stjórnsýslulegum kostnaði. Þannig að við viljum bara gera miklu betur og við getum gert það. Sindri, þetta alltaf hápólitískt, hvar á að byggja, hvernig á að byggja og þar fram með götunum. Hver eru ykkar áherslur í uppbyggingu bæjarins á næstu árum? Okkar áherslur í uppbyggingu bæjarins á næstu árum eru þær að við þurfum að byggja meira og við þurfum að byggja hraðar og við þurfum að vinna hraðar líka innan stjórnsýslunnar og pólitíkin þarf að vinna hraðar. Því það sem Berglind kom inn á á undan mér er alveg satt og rétt varðandi skipulagsmálin. Þau eru svolítið svona geta verið þunglamaleg og þú veist og það er ekki ástæðulaus að við erum með þessa ferla því þetta er náttúrulega samt sem áður varðar samfélagið okkar og þetta varðar nærumhverju fólk sem býr nú þegar það sem er verið að byggja og þetta þarf að taka tillit til þess og það var ekkert í reglugerðum eða lögum sem gerði það verkum að meirihlutin sem nú situr hér á Akureyrarbæ geymdi það allt kjörtímabilið að fara í hugmyndasamkeppni á Akureyrarvelli. Hún er nýhafin og það er gott og vel en þau geymduð allt kjörtímabili af einhverjum ástæðum. Þannig engin uppbyggingin er hafin. Hérna sátum við fyrir síðustu bæjarstjórnarkosningar og ræddum málefni Akureyrarvallar, en síðan bara hefur ekki gerst. Mér langaði bara að tala líka skipulagsmálin afsakaðum og ég nefndi að við þurfum að byggja hraðar, við þurfum aðeins að hreyfa okkur. Það liggja fyrir tölur frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun núna sem segja að það sé allt og lítið byggt á Akureyri með við húsnæðisstörf. Þannig við viljum bara hreyfa okkur hraðar í þessu og pólitíkin þarf að hreyfa okkur hraðar. Að endingu mig langar aðeins að koma inn á varandi umræðuna sem eru svona aðeins að vakna þéttingu byggðar. Við erum bara landlítið sveitafélag. Við getum ekki hort fram hjá þéttingatækifærum. Það er algjörlega þannig. En þétting byggðar eða ný hverfi, þetta útilokar ekki hvort annað. Við þurfum bara að halda áfram uppbyggingu bæjarins með skynsemi í sátt við íbúa. Það er hægt. Ég er alveg sannfærður Hlynur, Sindri talaði hérna þéttingu byggðar, þú talaðir að þetta verja græn svæði í bænum og ert nú sitjandi í bæjarstjórn líka, Við hefur þá haft áhrif á það að móta þetta, hvernig þetta hefur verið og hvað sjáðu þið fram á því? Eltu kannski svolítið þá stefnu sem var við líði hérna að þétta byggð, en nú er bara verið að þétta mikið. Ég ætla að leiðrétta Sindra að hún er ekki nýhafin þessi keppni með Akureyrarvöll, henni er nýlokið Það er stórmunur á þessum 2 orðum. Já, en hún var auglýst í apríl. Gekk bara mjög vel og við vildum vanda til verka og
og vonandi fáum eitthvað gott út úr henni. Það hefur verið farið í þetta áður og þá voru aðri flokkar við völd hér og það var flauta út af borðinu. Nú erum við að reyna að ljúka þessu og koma uppbyggð á Akureyri en þetta andlit bæjarins og við viljum að þarna takist virkilega vel til. Skiptir okkur miklu máli. Það verið að tala hérna að vanti húsnæði í bænum. Það meira og minna allt óselt út í Móakörfi núna. Það erum að byggja alveg svaðalega flott hverfi og ég held að kannski það vegna þess að íbúðir eru dýrar og kannski vegna þess að göturnar eru ekki tilbúnar og engin það er ekki út af þýlofis sko, þetta snýst heldur meira verð á íbúðum og það alltaf verið að tala að við þurfum að búa til eitthvað tæki til þess að fólk geti komist inn á markaðinu og annað og þá bara spurning sko, vegna þess að við höfum alveg séð lóðir fara út sem verktakar hafa ekki borgað neitt fyrir og svo byrjað að selja lóðir núna og þær eru ekkert ódýrari þær lóðir sem fóru fríar út og þá bara spurning hvort að við höfum ekki að taka þessa peninga sem að við fáum inn fyrir að selja lóðir og veita þeim bara í hlutdeildarlán að bærin fari bara inn á þann markað og hjálpi fólki þannig inn á markaðin. Óðinn, hvernig vilt þú sjá bæinn þróast og byggjast upp á næsta árum? Sko, við erum að stækka og það sem svona kosturinn við þetta sem eins og þetta hefur verið í gangi hér, við höfum verið að stækka svona hægt og rólega. Þú veist, við erum ekki að lendi því að hér koma mörg þúsund manns á einu ári eða einu kjörtímabili, þannig að við höfum gert þetta vel að mínum mati. Það er mikið talað hraða, ég er alveg sammála því, stjórnsýslan á að vinna hratt og gera þetta hratt, en við þurfum líka í þessu heldur lykilatriðið að vanda sig. Ef það einhvers staðar á að vanda sig, þá er það í skipulagsmálum. Því að við höfum dæmin sína ef menn taka rangar ákvarðanir þar, þá geta þær haft vondar afleiðingar. Þannig að sko, við þurfum að finna bara einhverja blöndu og ég held að það sé komin sko, ég held að við séum búin að þétta nokkuð vel á mörgum af þessum þéttingareitum og ég er alveg sammála Hlyn, við erum kannski komin bara búin að metta það og erum með flott hverfi upp í Móakverfi, nægt landsvæði og við getum farið að byggja bara setja fókusinn þar og kannski stoppa þessa þéttingu. Við þurfum að varðveita þessa grænu reiti því að þú veist, þetta skiptir máli. Þannig að, og svo það Oddeyrinn. Ég held að mér finnst hún svolítið gleymast í þessari umræðu. Það er alltaf talað að í skipulagsmálum Oddeyrinn fallegasta svæðið á Akureyri að mínum mati, í miðbænum eða svona við miðbæinn og þarna þurfum við að fara að spýta eins í og þar getur bærinn tekið helling á sig. Það þarf að fara að horfa til Oddeyrinnar og gera hana vel. Svona hvað segja framsóknarmenn, menn þetta náttúrulega alltaf tvíþætt, þetta annars vegar þessi stóra stefnumörkun, en svo það svona einstök svæði sem hægt að horfa til og hvar myndir þú vilja sjá bæta í uppbyggingu? Heyri, ég held að við höfum reynda bent á það allt kjörtímabili að við erum að byggja of lítið og við sjáum það bara samkvæmt öllum spálíkunum og einhver listi að síðasta kjörtímabili lofaði 350 nýjum íbúðum á ári. Það var lofað 350, að það væri 350 lóðir í búið og það alltaf verið búið. Nei, reyndar ekki. En það hefur alls ekki verið byggt með eitthvað 50 nýjar íbúður ára og við erum bara langt undir og það þýðir að hér verð bara að vera komið á sama stað á höfuðborgarsvæðinu nema kannski í miðborginni og meðan að íbúður að raunlækka á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held líka að við þurfum bara að fara að byggja fyrir akureyringa og íbúður sem henta okkur, ég er búin að tala það til dæmis allt kjörtímabili, að vera með of einsleitt skipulag. Við erum að þrýsta öllum í fjölbýli með bílastæðakjallara, það hafi ekkert allir efn á því. Og við viljum til dæmis bara taka frá einhverja þróunarlóðir, auglýsa undir hagkvæmt húsnæði, við erum eftir að útfæra kannski betur, en ég er búin að kynna mér þetta, þessi kerfi eru til á öllum Norðurlöndunum í alls konar myndum og við eigum bara að fara að horfa til þess að allir geti farið inn á leigumarkaðinn og það séreignarstefna á Íslandi og við getum ekki bara byggt einhverju stoppframlags íbúðir. Þórhallur, þá endum við þessa yfirferðum húsnæðismálin á þér. Hvernig sjáu þið bæinn byggjast upp á næstu árum? Fæ ég 20 mínútur eða? Nei. Þetta er náttúrulega mitt hjartansmál. Varðandi hlutdeildarlánin að þá munar verða í nýjum íbúðum í Reykjavík og Akureyri 2% en hlutdeildarlánin 25% læri. Þannig að við þurfum að leiðrétta þetta. Og við þurfum að ráðast í að horfa til svæðisskipulagsins. Við erum að fara að skipuleggja næstu 30-50 árin með nýju aðalskipulagi og svæðisskipulagi gerir ráð fyrir að við byggjum til norðurs meðfram ströndinni. Við eigum orðið land í næsta sveitafélagi út með ströndinni
og við erum með sem sagt iðnaðarlóð sem að blokkera aðgengi að því landi og ef við útlutum henni núna þá sem sagt erum við búin að útiloka svolítið skilur þetta svæðiskipulag sem við erum að vinna eftir. Vestan Kjarnagötu náttúrulega uppbygging sem á að fara á stað skilur því að þar næsta hverfi, næsta stóra hverfið okkar. Þar eru innviðinir Kjarnagatan komin og við erum að nýta þessa innviði og það bara augljóst mál. Atvinnulóðir upp með, með frá Norðurtorgi og þar upp með, þar vil ég framleggja svæðið þar upp eftir, að því að við verðum að fjölga atvinnulóðum og við verðum að gera það hratt. Við höfum tækifæri til þess að útbúa núna til dæmis 2 nýjar lóðir fyrir gagnaver, skilur, og það bara hlutur sem að skipulagsáð hefur svolítið dregið lappirnar og vandamál skipulagsáð svo oft á tíðum að fólk ekki tilbúið að taka ákvarðanir. Það svolítið svona, þú veist, skilur, þarf að ígrunda þetta mjög vel. Það spurning stundum að undirbúa sig betur fyrir fundina og vera tilbúin að taka ákvarðanir þegar það mætir á fundið, þannig að það sé að afgreiða hlutina hraðar. Ég hef töluverið reynslu af því og í miðbænum þar sem við erum að þétta, þar þurfum við að huga bílastæðuhúsi og það segir það í miðbæðaskipulaginu, þannig að ef skipulagið lesið að þá er gert ráð fyrir þeir og Oddirinn, ég tek undir hérna með sjósinnat mínum að Oddirinn tækifæri, stóra tækifæri og hvað viltu sjá þar? Við þurfum að byggja sem sagt fyrir neðan Hjaltaragötuna, þar þurfum við að fara að hefja uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Þannig að þú veist, við sjáum til dæmis í Skandinavíu það sem byggt með frá sjónum, við þurfum að huga að slíku og ég alveg sammála með Disney þarf að fara á stað og við börðumst allt síðasta kjörtímabili og kjörtímabili þar áður fyrir að koma Disney á stað og þannig getum við flutt svolítið að þessum iðnaði. Já, þetta voru engar 20 myndur en... Má ég bæta eins við þetta? Að þegar við erum að tala þéttingu byggðar, þar sem að ég held líka að við hefum gert mistök á þessu kjörtímabili að einblína of mikið á þéttingareiti og vera til dæmis með 2 flókna þéttingareiti í gangi, Tjálsvæðisreitin og Akureyrarvöll sem þýðir að við hefum ekki eins og byrjuð að skoða að skipuleggja að brjóta nýtt land. Ég verð að skjóta henni. Og byttu. Og þetta eru bara íbúðir sem að Akureyringar hafa ekkert sérstaklega efni á að búa í. Ég held að það verði alveg Akureyringar sem hafa efni á að búa á Tjálsvæðisreitinum. Tjálsvæðisreitunum dróst vegna þess að það eru 3 ráðuneyti á ríkinu sem gátu ekki komið sér saman það hvort það ætti að byggja heilsugæslustöð þarna. Og þess vegna dróst þetta ár eftir ár og á síðasta árinu var þetta klárað og fór í útboð og nýbúið að selja þessa lóð fyrir 650 milljónir varðandi hina lóðina að þá var meðvituð og tekið meðvitun ákvörðun það að auglýsa ekki hugmyndasamkeppni með íþróttavöllin fyrir en að Tjálsvæðisreiturinn yrði kláraður. Þannig að væri ekki 2 of stór þéttingaverkefni í gangi á sama tíma. Ok, takk fyrir þetta. Þá ætlum við að taka upp aðra umræðu. Það vaxandi þungi í öllu samfélaginu menntamál, skólana, leikskólana, einkunnakerfið, hvort og þá hvernig snjallsímar og gervigreind eiga heima í skólastofunni og ef við byrjum á þér, Sindri, hverjar eru ykkar helstu áherslur þegar kemur að skólamálum í bænum? Sko, okkar allra helstu áherslur í skólamálum eru númer 1, 2 og 3 að við viljum leyfa kennurum að kenna. Við sjáum bara í menntakerfinu að það kröfur sem eru gerðar til kennara í dag eru bara komna fram úr öllu hófi. Kennari hann á að vera sko tómstundafræðingur, hann á að vera sálfræðingur, hann á að vera talmeinafræðingur og svo framvegis og framvegis. Þannig þarna þurfum við að gera bara miklu betur. Og við í Samfylkingunni Akureyri höfum bara orðið töluverðar áhyggjur af börnunum okkar í bænum. Geðheilbrigðiskerfið og þjónusta til barna þannig geðheilbrigðismál bara í mýflugu mynd á okkar mati og þarna teljum við að þurfa að gera miklu betur en við verðum líka samt að fara átt okkur á því sko, að þú veist, það bara orðið mjög flókið að vera barnafjölskylda í samfélaginu í dag og breytingar sem gerða voru á gjaldskrá leikskólana hérna á þessum kjörtímabili sem var alveg tilkomið að ástæðu hafa ekki einfalda fólk í lífið þannig við í Samfylkingunni Akureyri leggjum á það gríðarlega áherslu að einfalda barnafjölskyldum lífið. Við viljum sjá þak á leikskólagjöld, við viljum sjá 100% systkinaafslátt og við viljum sjá skráningardag á leikskólum gjaldfrjálsa. Þetta okkar svona helstu áherslur.
Berglind, skólamálin, þetta stóru verkefnum sveitarfélagana og bara í þetta varið miklu af þeirra fé og hvar á svona, leið þá alltaf verið að tala að þurfa að gera betur og þessi svo margt sem að sé ekki að gerast eins og ætti að vera að gera í skólanum. Hvað sjáu þið til ráð? Já, menntamálin eru mér svona hjartasmál, bæði sem bara 3 barna móðir og íbúi í þessu samfélagi sem að horfi til framtíðar. Þá þetta auðvitað framtíðin okkar, það hérna börnin í skólunum. Þannig við þurfum að leggja meiri áherslu á bætta námsárangur í skólunum og vinna þá með kennurum í skólunum og stjórnendum að því að bæta árangur og leggja meiri áherslu á læsi og íslensku og starffræði og þessa grunnfærni sem að við kannski teljum að við höfum kannski á einhverjum tímabúti mist svolítið sjónar af en þurfum að leggja meiri áherslu á. Við viljum líka taka svolítið upp þetta samtal við menntamálaráðherra og kennara þá skýrara einkunnakerfi og þá erum við að horfa til þess í einhverjum tilfellum að það sé betra að nota tölustafina af því það bara eitthvað sem við skiljum öll. Og ég hef áhyggjur af því að það hefur orðið smá rof á milli samstarfsheimila við skólan og við þurfum að efla fjölskyldur og foreldra inn í nám barnanna sinna. Og ég held að það sé bara svona lykilbreyta í þessu að því að ef að foreldrarnir vita hvað í gangi í námi barnanna sinna, eru svona betur tengdir og þekkja hver staða barnanna sinna raunverulega þá líður börnunum væntanlega betur að foreldrarnir viti og geti þá stutt betur við einstaklinginn. Við erum líka að horfa á það að við viljum efla farteymi sérfræðinga sem eru að fara á milli skólana og efla þá sértækan stuðning við nemendur og við þurfum að fá bara öflugt fagfólk inn í þau verkefni og viljum efla það enn frekar. Ég held að það sé verkefni sem muni nýta sér alveg gríðarlega vel inn í skólana. Þannig að við erum bara með augun þannig á boltanum að við þurfum að hlúa að framtíðinni sem auðvitað börnin okkar. Lovísa, hverjar eru ykkar helstu áherslur í skólamálum á næstu árum? Við erum að horfa til þess að það þarf að hugsa leikskóla og grunnskóla sem eina heild. Þar eru starfsfólksskóla, þar eru foreldrar og fjölskyldubarnan og þar eru börnin sjálf. Við erum að horfa til hugmyndafræði sem að vinir okkar í Mosfellsbæ tóku upp núna 2024 þar sem að þau fór inn í verkefni sem kallast Börnin okkar. Börnin okkar horfir til þess að börn eru ekki stökkbreyta inn í dæminu. Horfir til þess að við séum að styðja almennilega við barnafjölskyldur, við foreldra vegna þess að það er ekkert grín að vera og við erum mörg hver hér með ung börn og erum þessar ungar barnafjölskyldur og barnabörn og alls konar. Við sjáum það að kerfin eru einfaldlega ekki að tala saman. Þannig ef við förum inn í verkefnin svo börnin okkar þá það fyrsta skrefið að eiga einfaldlega samtal það hver þörf kerfisins er. Ég starfaði í grunnskóla í dag og þegar ég hóf þar störf fyrir 3 árum síðan þá átti ég bara ekki til aukatekið orð yfir það hversu miklum tíma kennara og stjórnenda í skólum í dag fer einfaldlega í fundarhöld. Það er verið að funda eitt og annað sem tekur gríðarlega orku og gríðarlegan tíma. Við erum hérna með frábært starfsfólk inn í stoðþjónustunni í fræðslu- og lýðheilsudeildin okkar og það er einhvern veginn alltaf þjónustan einhvern veginn miður alltaf að því að tala vandan. Í staðin fyrir það við séum að nota peningana sem við höfum þó til þess að fjölga úrræðunum. Við erum með frábæra fagþekkingu til dæmis út í Hlíðarskóla þar sem að börn eru að nota sína skólagöngu í það að fá aðstoð við alls konar vanda en það er kannski lykilbreytan að þá eru foreldrar líka fengnir að borðinu og það er eitthvað rof og ég sé það bara í daglegu starfi, það er eitthvað rof á milli þess sem að gerast í skólanum að því börnin í skóla í dag eru ekki að kalla eftir því að það sé breytt í eitthvað tölukerfi. Þau skilja þetta kerfi algjörlega. Vandamáli er að við sem erum foreldrar í dag, við vorum alin upp við annað kerfi, þannig að mér finnst einhvern veginn að tala einkunnakerfi eða tala það að við séum ekki að fá nóg mikla vitneskju, þetta fer líka báðar áttur og við sem sveitafélag þurfum að styrkja fjölskyldur í því að eiga þetta samtal við skólana gegnum gangandi, gegnum skólagöngu barnanna sinna og bara loka punkturinn þarna er að við erum búin að missa fjölmörgum tækifærum í því að eiga í stanslausu samtali við börn og barnafjölskyldur í gegnum frístundastarf og í gegnum félagsmiðstöðvar hér í bæ. Jana, hvað segið þið í VG skólamálin, þetta stóra verkefni? Sko, skólar og leikskólar og bara skólarnir okkar eru stærsta jöfnunartækið okkar sem við höfum hér í samfélaginu.
og við þurfum auðvitað bara að stefna að gjaldfrelsi þar, þannig að foreldrar þurfi ekki að á öllum vígstöðum, þannig að foreldrar þurfi ekki að hlaupa hraðar í hamstrahjóli nútímans. Við viljum sjá að við treystum kennurum. Kennarar eru sérfræðingarnir þarna og samfélagið allt, foreldrar, börn og við þurfum öll að líta til þess að við treystum kennurum fyrir menntun barnan okkar. Við þurfum að sjá aukinn stuðningin í skólakerfið og við þurfum að mæta börnum þar sem þau eru, af því að við erum öll ólík og við þurfum að vinna með styrkleika barna og ungmenna í dag en ekki tróða öllum inn í sama box. Hlynur, það búið að ræða hérna nokkuð leikskólamálin, ýmist að fella niður leikskólagjöld eða setja þak á leikskólagjöld í bænum. Svona, hver eru ykkar helstu áherslur í þessum málaflokki? Já, sko, þótti nú sérstætt að heyra þetta frá forsætisráðherra að setja þak á leikskólagjöld. Vegna þess að þau, sko, hún hefur ekkert þessa stjórnsýslu að segja. Þetta bara stjórnsýsla á Akureyri. Hún hefur ekkert sagt þak á leikskólagjöld. Og en við skulum átta okkur á því að við breyttum þessu kerfi hér í leikskólanum vegna þess að það var flótti úr kerfinu hjá okkur af starfsmönnum. Fyrir 7 ára síðan vorum við yfir 80% faglæra kennara í leikskólum. Það dottin í 40%. Og við brugðumst við þessu með því að fara í 6 tíma gjaldfrjálsa og það tókst mjög vel. Við höldum starfsfólkinu og starfsánarnar voru miklu meiri og það vel. En við erum á einhverju þróun þarna og það sko, hér til svona verið ákall til þess að vera með fría leikskóla. Sko, við skulum átta okkur því að í dag þá kostar 3,7 milljónir á ári að vera með barn á leikskóla og foreldri borgar inn á 600.000 af því. Og þetta ósanngjarnt? Þú veist, fólk það bara taka þessa umræðu, þú veist, ósanngjarnt að borga eitthvað fyrir barnið. Við erum búin að heimsækja skóla og að vera að tala að þeir eru frí námsgögn inn í skólanum. Nemendur virðast ekki bera neina virðingu fyrir þessu námsgögn að þau eru orðin frí og margir stjórnendur segja við mann hættið þessu. Þetta ekki gott. Já, en nemendur gleyma líka sundskilunum sínum og sundkerfunum og öll þessum fólkdrarnir kaupa. Við þurfum náttúrulega yfir höfuð að bara passa upp á að þetta sé einhverju jafnvægi og þetta sé að virka því að þannig erum við kannski að kasta fjármunum sem að getur nýst okkur betur. Ég hef líka heyrt það eftir að voru fríar máltíðir inn í skólunum að það hent miklu meira mat. Það heldur ekki gott af því að það engin virðing borin fyrir því sem frítt. En það snertir ekki heimili neitt. Þannig lausnin þarna sem þú ert að boða að foreldrar borgi meira. Ég held að það ekki verið að tala að borga meira, heldur að færa þetta til í kerfun okkar. Og hvert á að færa þetta? Ég held að væri jafnvel betra að vera með einhvers konar meiri stuðning inn í kerfinu og hjálpa kerfinu þannig. En þess að kerfið okkar bara að brotna svolítið. Ég veit svo marga kennara í dag sem eru hættir að þeir fá ekki að kenna. Þeir eru bara í vandamálum inn í skólanum, alls konar vandamálum, en þeir fá ekki að kenna það sem þeir mentuðu sig til að gera. Óðinn, hvað segir allistin? Framtíðin okkar, börnin og skólinn. Ég hef náttúrulega tönglast á þessu að þetta sé almáli hérna. Og þetta rétt og margt rétt sem sagt hérna og ég get tekið undir mikið af því sem sagt. Sko aðalmálið fyrir mér snýst þetta sko, nú ég með 5 kennara á listanum hjá mér sem var ýmist í grunnskóla eða framhaldsskóla eða háskóla. Og það bara þetta að við höldum í þennan mannuð sem í skólanum og tökum svolítið utan þetta fólk og leifum eins og Sindri kom inn og reyndar Hlynur líka að leifa kennurum að kenna. Þetta orðið sko sálfræðingar, félagsfræðingar og ég veit ekki hvað, talmeinafræðingar og hvað. Þetta auðvitað ekkert auðvelt. Það alveg erfitt að fá fólki í þessi störfin í skólanum, skils mér. Þannig að við þurfum samt að reyna að gera betur. Eitt af því þessi sértæku úrræði, hún myndist á Hlíðaskóla. Við fórum í heimsókn þangað flokkurinn daginn. Og það bara magnað úrræði. Þarna eru krakkar teknir sem í erfiðri stöðu, fara inn í Hlíðaskóla og langflest koma aftur inn í skólakerfið, búin að læra aðeins betur á hvernig þetta á að virka. Þannig að við þurfum að efla það úrræði, stækka það og koma fleirum að. Ég held að það geti hjálpað til við að svona létta á þessu starfi kennara. Og svo bara, ég persónulega, mér veistu, ég bara tala aðeins meira upp skólakerfið okkar og kennarana í skólanum. Við veistu, allt og mikil umræða að fara í hvað þetta allt ómögulegt og auðvitað fullt af vandamálum. En við þurfum að reyna að leysa þau og það ekki gert með að tala hvað þetta allt ómögulegt. Við erum með mjög góða skóla hérna á Akureyri. Já, frábæra skóla. Eitt víst þú nefndir skólamáltíðir, þær eru gerðar fríar, sennilega hent meira og það mín tilfinning sem foreldri með 3 börn í skóla að gæðin hafi líka minnkað.
og það bara svo oft einhverja súpur og skýr og eitthvað dót og við viljum setja meiri peninga í að gera þetta almennilega. Ég sem foreldri myndi vilja borga meira fyrir skólamáltíðir eða væru almennilegar en auðvitað ræði ég því ekki. Ekki allir sem á tök á því. Magnað samt líka bara, ég meina Eddistinn er núna búin að vera í bæjarstjórn í 16 ár. Þið eru búin að vera með málaflokk Hlíðaskóla, þið fenguð þetta verkefni heldunda, gjaldfrjálsar máltíðir og samt einhvern veginn einhvern veginn alltaf að tala þetta fyrir kosningar, þú veist. Það bara leið að gjaldfrjálsar máltíðir kom inn að þá bara þarf hefði Akureyrarbær þurft að bara hvað ætlum við að gera með þetta verkefni, ekki bara jæja, frítt og svo bara leyfið matráðanum að sjá þetta, þú veist. Það var væntanlega ekki markmið að þessar máltíðir eru lélegri. Það er eitthvað sem gerist í ferlinu og þá þarf að bregðast við því. Það þýðir samt ekki að segja þetta alltaf bara fyrir kosningar ætlum að breyta hinu og þessu. Þið farið í heimsókn Hlíðaskóla, frábært, og ég vona að allir séu bara að fara í heimsókn Hlíðaskóla ef þeir ekki búin að því, en það þýðir samt ekkert og það er einhvern veginn það sem að kannski Ellistin er svolítið svona að tala í þeirra orðræðu, er einhvern veginn það þetta bæjarafl, en við fórum í heimsókn Hlíðaskóla daginn og við erum að vinna í því núna að koma Hlíðaskólan á fjárlög sem þau hafa að kalla eftir til margra ára, ég veit það, en það er margra ára, þau ertu eina heimsókn hjá flokki sem er ríkisstjórn. Við ætlum að halda áfram að heyra í frambúðunum. Skólamálunum. Það þarf allir að leggja sitt í púkið. Já. Ég horfi á þannig að við erum með framúrskarandi skóla og við þurfum að styðja við kennara, en þetta snýr heldur meira bara að málefnum barna og hvernig við ætlum að haga þeim málum. Og við í Framsókn hefur til dæmis lagt okkur í líma á þessu kjörtímabili að tala fyrir málefnum barna og andlegri líðan og til að mynda settum við á dagskrá í bæjarstjórn símafrí. Eins að fara í vinnu við samfélagssáttmála íbúa skjánótkun og samfélagsmiðlanótkun barna sem er allt of mikil og þau eru allt of unga að fara inn á þetta og ég held að þetta tengist allt og það sem að við þurfum sérstaklega að huga á þessu kjörtímabili er þessi óformlega menntun, frístundastarfi, félagsmiðstöð og klúbbastarf sem er bara í skötulíki núna eftir þær breytingar sem voru gerðar á kjörtímabilinu og nú þurfum við bara að fara endurreist á því kerfi. Ég ætla samt að grípa þann inn í vegna þess að í öllum heimsóknum sem ég farið í skóla þá eru skólastjórn mjög ánægð með þessar breytingar. Segja þetta hafi verið nauðsynlegt. Já, Hlynur, að það er að þau eru farin að sinna allt öðru starfi en átt að vera farið. Já, þau eru komin inn í skólan, komin nær börnunum, farin að sinna börnunum. Ég heimsótti skólum daginn og þar var félagsmiðstöðarfulltrúinn í afleysingum í íþróttakennslu. Þeir eru komin í allt annað, auðvitað frábært fyrir skólana að fá auka stuðning inn í skólana. En þau eiga að vera að sinna allt öðru og þau eru og verða að hafa faglega stjórnanda í frístundamálum. Og væntanlega eru foreldrar og börn miklu betri mælikvarða á það hvernig tekist þau til heldur en skólastjórnendur með allir þeirri virðingu fyrir þeim. Og allt klúbbastarf hefur nánast lagst af og það tók held ég 6-7 mánuði bara að fá hinsegin klúbbin aftur á stað. Þú með einhverja tölur og þú Sindri að foreldrar og aðri séu á móti þessu? Nei, ég sagði ekki að neitt var á móti þessu. Þú nefndir skólastjórnanda sem dæmi einhvern sem tala þú sér aðrir séu meira en það er ekki komið neitt frá þeim sko. Nei, en ég var bara að tala hvað ég held að sé betri mælikvarði á málið. Sem segja nákvæmlega bara þeirra stöðu á málun. Og nú ætlum við að hleypa Þórhalli að síðastum í skólamálunum. Takk fyrir það. Ég er orðin það gamall að ég er búin að eiga 3 börn í öllum skólastigum á Akureyri og það hefur nú bara gengið ágætlega. En sko ég veit að vandamálum sem eru að aukast út af símanótkun og allt þetta og þá held ég að símanótkun foreldra sé stóra vandamáli líka. Vegna þess að ég held að við ættum að gera samning þegar börnin okkar fara í skóla og skrifa undir hann að þetta er sameiginlegt verkefni okkar að mennta börnin okkar. Það er ekki bara á ábyrgð skólana og kennarana. Foreldrarnir eiga að vera miklu ábyrgari og með því að skrifa undir skriflegan samning að þá einhvern veginn í hjartanu finnst þér þú vera skuldbundnari. Þannig að ég legg það til að við ættum að gera það. Ég vil náttúrulega sjá líka að við séum árangursmæla og ég vil ekki sjá að allir séu mótæri í sömu bók, skilur. Ég vil auka tækninám í grunnskólum, ég vil auka tónlistanám í grunnskólum, ég vil búa til hljómsveitakeppni og ég vil búa til meira félagslíf í grunnskólunum. Það er bara, ég sjálfur ólst upp í félagsmiðstöðin Dynhöfum, skilur, frá 14 ára aldri og var þar öllum stundum, skilur,
ég á meira þar heldur en í skólanum og ég veit bara hvað ég hafi gott að ég skilur félagslega, þannig að ég bara styðja við svolítið styðjum við sko þetta starf og þetta þurfa kennararnir að geta kennt, við þurfum að auka talmeinafræðina og allt þetta skilur við þurfum að koma með sálfræðingana og við þurfum að hjálpa betur til skilur til að gera skólana enn betri. Já, annað mál sem að maður heyrir að bæjarbúum ofarlega huga, það uppbygging á íþróttamannvirkjum og íþróttaaðstöðu hér í bænum. Ef við byrjum á að taka hérna aðeins, fáum að heyra frá okkur og við þurfum að fá tildulega stutt svör, ég veit þið eru færum það að því að tíminn líður. Við byrjum á þér Þórhallur, hver eru stóru málin á næstu árum þegar kemur að sko uppbygging og íþróttastarfi og aðstöðu? Við erum að klára káasvæði og við verðum að gera það vel. Við verðum bara að klára þetta og gera þetta þannig að þetta sé flott og bara allt tipptopp. Það búið að skrifa undir samningum að fara í íþróttahús sem sagt á svæði Þórs. Við erum nýbúin að gera þar flottan grasvöll og hann var nú vígður í gær einlega með leik K.A. Þórs og mikil stemming og mikil fjör í bænum og afskaplega gaman að sjá það. Og þar þurfum við náttúrulega bara að gera vel í því að byggja það íþróttahús og klára það í kjölfarið þar síðan að fara að ræða með þessa 50 metra sundlaug sem hefur verið kallað eftir. En á kjörtímabilinu vil ég sjá að við förum í Hlíðafjall og við gerum miklu betur þar. Það þarf að endurnýja lyftukosti og síðan þarf að gera, þið sáu nú bara ef á samfélagsmiðlum í dag, hvað golfið að gefa af sér skilur og við verðum að ráðast í að gera nýju holu öll upp á golfvelli. Þórhallur búin að teikna upp langan lista. Sunna, hvað sýnist þér? Það væri frábært að fara í þetta allt saman. Ég get fjármagnað þetta allt saman, skilur við bara hleypið mér að. Já, og það er ekki einu svona vandamál. Já, ok, merkilegt að heyra þetta sem við erum að reka bæjarsjóð í Halla, en nú er nýbúið að samþykkja fjárhagsáætlun og framkvæmda áætlun og skrifundur samkomulag uppbyggingu á Þórssvæði og sömulegis verðum við að klára almennilega svæði á Káa og fara í frágang á svæðinu sem fór ekki inn í samning við Káa sem bara mjög mikilvægt, við getum ekki alltaf hálf klára allt sem við byrjum á en eins verðum við erum að fara að byrja nýja vinnu við aðalskipulag og þá verðum við að setja inn þá þess að 50 metra keppnislega ef hún á einhvern tímann að verða veruleika og því það tækifæri núna en við förum ekki í þetta allt í einu, það alveg nokkuð ljóst. Takk, Óðinn. Sko, fyrir mér þetta bara einfalt. Við erum að klára þessu uppbyggingu upp á Káa, þurfum að gera það almennilega, svo erum við búin að ákveða að byggja þetta íþróttahúsið Þór og við þurfum að gera það almennilega, ekki fara hálfa leið. Þar með held ég potturinn fyrir þetta kjörtímabil búinn og það að fara að lofa einhverju 50 metra inn í sundlaug á kjörtímabilinu, þá ertu annarkvort að ljúga eða segjast að sleppa að byggja þetta íþróttahús upp á Þór. Ég sé þetta þannig. Ég er ekki að lofa 50 metra laug á þessu kjörtímabili. Ég bara að segja skilur að við þurfum að huga því þannig að ég loka þessa kjörtímabils þá séum við búin að plana hvar hún á að koma. Ég væri til í 50 metra inn í sundlaug en hún ekki raun á kjörtímabili. Menn þurfa líka að fara að skrúfa upp ræðan. Þetta alveg rétt sem Óðinn að segja. Ég held að við erum búin að gera alveg ofboðslega vel í íþróttamálum hérna á Akureyri. Við byggðum upp nökkvasvæð, mjög flott aðstöðu, við settum fullt af peningum í skautahöll. Það búið að fara fullt af peningum í fjallið, þó að þeir sjáist kannski ekki vegna að það svona meira fyrir aðstöðu fyrir tæki og tól og svoleiðis, en sést ekki í brekkunum. Við erum að byggja upp á Káa alveg geggjað aðstöðu, svo kemur íþróttahúsið á Þór og eins og Óðinn var að fara inn á, það eru hérna flokkar sem eru farin að tala 50 metra innisundlu, keppnislaug, yfirbyggða. Ég skil þetta ekki alveg. Hvaða flokkar eru að tala um það? Það ekki til dæmis þig og Jönu. Jú, Sindrið, þú ert búin að segja þetta á fundum, sko. Þú ert búin að segja þetta á fundum. Þú ert búin að veifa upp spjaldi. Nú ert þú að leggja mér algjörlega orðið Nei, þú ert búin að veifa upp spjaldi með jái. Já, þegar spurt ertu hvort þú ætlir að byggja sundlu á næsta kjörtímabili. Þú gerðir það. Þetta er ekki hægt. Það bara verið að slá ryki í augum fólks þarna. En hvað er hægt? Eina sem við getum gert núna, fjármagni fyrir það að klára Káasvæðið og fara á stað með íþróttahúsið hjá Þór. Af hverju erum við á því? Vegna þess að börn hjá Þór hafa þurft að fara allavega hingað í brekkuna að æfa inni. Þeir ekki með sína aðstöðu. Við erum að byggja upp risahverfi í Móahverfi og þeir þurfa að taka við þeim börnum og við erum að mismuna 2 svæðum á Akureyri með því að vera ekki með íþróttahús öðrum. Sindri, hvað er hægt að gera á næsta Ég hefði það markmið mínu kæru þáttstundundur að vera mjög hlýðin hérna og svara bara í mjög knöppumáli.
Afstæðan okkar svo, við ætlum að klára þá uppbyggingu sem hafin Þar eigum við Káasvæðið og Þórssvæðið, því að við lítum bara á sem svo uppbygging sem hafin. Það er búið undirrita þar samning. Ég verð að fá að leiðrétta, því að mér finnst félagið minn hérna hinum með borðið, vera hreinlega bara að leggja mér orðið í munn. Ég hef aldrei sagt að það eigi að hefja uppbyggingu á 50 metra innisundlu. Er eitthvað annað að segja að veifu spjaldi með Það er hægt að segja Hlynur að það sé hægt að hefja undirbúning. Nákvæmlega sama, Sindri. Ég ætla að vona að skilaboðin mín síðan að séu skýr. Þannig að þú ert ekki að lofa 50 metra innisundlu. Ég er ekki að lofa að hún verði byggð á þessu kjörtímabili. Til í að fá hana einhvern seinna. Algjörlega. Bara hefja undirbúning, það er málið. Já, algjörlega, við höfum staðið bara við mjög kröftuga uppbyggingu á íþróttamannvirkjum og það var kallað eftir framtíðarsýn íþróttafélagana á sínum tíma og unnum svona skýrsla uppbyggingu íþróttamannvirkja og það er bara komin tími til að við förum í version 2, að við bara tökum þetta aftur upp, samtali við íþróttafélagin, hvað þau sjá í framtíðinni, en á kjörtímabilinu þá það auðvitað eins og kollega mínir eru búin að segja, það er uppbygging á Káasvæðinu og það er að klára og fara í uppbygginguna á Þórssvæðinu. Það er bara lykilmál atriði og svo þurfum við líka að ræða það að tryggja aðgengi allra barna að íþróttum, hækka frístundastyrkin og efla aðgengi fatlaðra barna að tómstundum og íþróttum. Lovísa, hundavaði. Já, við erum óbúslega ánægð með það sé verið að fara í almennilega uppbyggingu á íþróttasvæðum hér á svæðinu. Við reyndar í samtölum bæði svo við Þór og Káa að þá hafa íþróttafélagin verið að koma með hugmyndir þá hvernig þá að nýta íþróttamannvirkin að fullu. Þá koma alls konar hugmyndir leikjaskóla sem að er hægt að horfa inn í frístundastarfið. Það er hægt að tryggja það að við sem að svara ákalli ISI til dæmis það að börnir fá í raun og veru að prófa alls konar íþróttir og þá verður að nýta þennan pening sem að vera að setja í þessi íþróttamannvirki. En ég held að kannski bara er ótrúlega merkilegt að fylgjast með því hvernig ákvarðanir eru teknar í bænum vegna þess að þær eru yfirleitt teknar án einhvers konar stefnu. Íþróttastefnu á bæjarins rann út tæknilega segja 2022 en ég hef ekki hugmynd á hvaða grunni þessar ákvarðanir eru teknar það að fjármagn eigi að fara bæði þarna í Þór og Káa en ég meina nýtum þá það sem er gert sko. Jana, þú ferði að loka orðið og loka sprettin í þessari Já, miklu hlaupi. takk fyrir. Sko, mér er bara áhvert að sjá að meðframbjóðendur mínir hér leggja meiri fókus á það sem að ég set fram en það sem að þeir setja sjálfur fram og það er bara frábært. 50 metra yfirbyggð sundlaug að hefja undirbúningu uppbyggingu á henni á þessu kjörtímabili er gríðarlega mikilvægt. Því að Berglind kom hér inn á uppbyggingaskýrslu sem gerð var í þverfaglegu samráði við íþróttafélög og í þverfaglegu pólitísku samstarfi. Meirihlutinn fer út af þeirri skýrslu því að þar á undirbúningur við þessu sundlaug að vera hafin og 50 metra yfirbyggð sundlaug, það er ekki bara íþróttamannvirki, það er skólamannvirki því að við erum ekki að efna skólasundskilduna hér í bæ að því það er ekki pláss og þetta er líka menningamál og þetta er lýðheilsumál að því að það er alltaf pláss í sundlaugin okkar eins og staðan í dag fyrir okkur öll, almenning og eldri borgara til að stunda alhliða heilsueflingu í sundi að því að hún er þéttsetin á skólasundi og íþróttaiðkun. Það fer nú að styttast í annan endan í þessu prógrami þessum þætti hjá okkur og nú ætlum við bara að biðja ykkur að nefna eitt nafn, bæjarstjóraefni, hvers og eins, Hlynur. Ég myndi vilja auglýsa. Óðinn. Já, ég ellistin hefur yfirleitt haft á stefnu að auglýsa eftir bæjarstjóra og það hefur bara gengið vel en ég hef líka sagt að ef við færum í meirihluta vera það sem er skora á mig þá myndi ég ekki skora stund að því. Já, mér finnst líklegt að við myndum vilja auglýsa en svo bara velja einhverja mannesku sem er til í að fara í þær breytingar sem við viljum fara í hvernig við erum að vinna hlutina. Þórhallur. Er ekki ellið búin að ráða sig? Hvað segir þið? Ellið, já. Spennt fyrir honum. Sindri. Svarið mitt er nákvæmlega sama og félagið míns Óðins á móti hérna. Við ætlum bara að skoða þetta þegar verður talið upp á kjörkassunum og við setjumst niður og ræðum við og þú veist, ef það verður eftirspurn eftir mínu störfum sem bæjarstjóri þá held ég hafi alveg þekking og reynslu til þess. Já, þetta veldur bara á niðurstöðu kosninga og svo bara hvernig meirihluta viðræður þróast eftir að við vitum hvað kemur upp á kassunum. Lovísa? Algjörlega, tek undir það sömuleiðis. Það sem er kannski mikilvægast við það að vera bæjarstjóri, það er einfaldlega að geta stigið inn í þessa leiðtogastöðu. Þannig að það þarf að vera mjög vel valin einstaklingur í það. Já, ég tek bara undir með félögum mínum hérna. Þetta er bara samkomulagsatriði. Þið takkið mjög mikið undir hvort öðrum að heyra að það verður léttast í heimi að mynda meirihluta hér á loknum kosningum. Við þökkum ykkur fyrir líflegar umræður. Við skulum ekki samt gleyma því að við erum með 1800 manna vinnustaf og við setjum ekki bara einhverja tilraun í það að vera með bæjarstjóra. Það verður að vera einhver sem hefur stýrt fyrirtæki, kann þetta
og verið með stór fyrirtæki, ekki einhverja nýgræðingu. En við þurfum líka aðeins að taka boltan og hafa meira að segja við kjörnum fulltrúar. En við þökkum bara oddvitum listana 8 á Akureyri fyrir líflegt samtal og það er hægt að horfa á þessar umræður og fleiri í spilaranum hjá RÚV og svo verður þetta allt í sjónvarpi og útvarpi. Verið sæl.